og brekkan hérna var bara moldarflag, bara uppblástur. Við sáðum í þetta hérna fyrir ofan. Eiginlega ekki hægt að ganga í gegnum það svo mikið frumskógur. En það mjög skemmtilegt sko að hafa fuglalífið, það kemur með þessu. Það skógarþröstur. Hér var bara náttúran eins og hún var búin að vera í 100-200 ár alveg ósnortin. Og við vorum fann að planta hérna skógi 96 í þetta litla gil hérna. Þetta eina svæði sem okkur fannst að það væri hægt að koma upp einhverjum trjágróðri því að hér skýlt og hér miklu hlýrra. En þess til viðbótar þegar það kemur hérna eldgosið hérna fyrir ofan, þannig kemur 5 kílómetra hérna upp í gíginn og hér á þessu svæði var 20 cm þykk aska, það var svona 5 cm heima á bænum. Þannig að allar brekkur hérna, þetta var mjög skrítið að koma hérna. Það var bara allt dauði bara yfir öllu. En síðan þetta vor 2010, það mjög sólríkt. Svo þá ég að tala aðalega í maí og fram í júní. Og við tókum eftir því að það var eitthvað að gerast hérna því að það lifnaði allt svo vel og þá var bara jörðin heitt. Settum mælir hérna undir, hann fór í 25 stig mest og nægur raki líka og gróðurinn bæði hér og heima og náttúrulega öll tún og engi og allt, það tók bara því líka en kipp og það má sjá það hérna á þessum fáu hríslum hérna að hverslega kippa tók í vextinum eftir sem sagt gosið eða sem sagt frá 2010 og næstu ár og eftir. Það eru þessi hérna 12-14 cm sem sagt 2009 og já, það sést hérna þessi hringir vaxtarsprotarnir og síðan 2010 fram á haust það komið hérna rétt 60 cm. Og það, við sáðum það bara öllum trjá hérna, það var bara eitthvað mikið að gerast. Askan var efnagreind á sín tíma, aðalega var við að reyna að finna út úr því hvort það væri mikið flúor í öskunni. Og flúorinn hann skolast út fljótlega í rigningu eða við bara gosið þegar kemur upp í vatni. Mældist hærra járngildi í öskunni. Þannig hafi eitthvað þérna á því, en þegar það rignir á svona efni, þá verður einhver útskólun af einhverjum næringarefnum sem að bara alla plöntur taka. Fyrsti gróðurinn, það er eltingin, hún kemur fyrst í sandinn og lokar. Og það er alveg greinlegt að bara gras og útjörð og allstaðar tók því líka en kipp. Það er kannski einhverju fleiri þættir sem spila það líka inn í. Þannig að þetta er nú skýringin á þessum vexti hér. Þetta greni var bara svona 50 cm pottaplöntur sem við settum hérna, 3 saman og náttúrulega allt og þétt. Við bjuggumst ekki við því að það myndi fara hérna í 4-5 metra á 25 árum sko. En það er náttúrulega reynd og það heldur ábyggilega eitthvað áfram. Svona var þetta náttúrulega hugsun hjá manni að þetta drefst, þetta gengur ekki, þetta drefst. Já, maður gerir ekki svona vitlaus aftur hérna, það verður lengra á milli. Já, svo er öspin hérna, sett hérna á svona lækjarbakkann. Það var einhverjum sem sagði að það væri gott að hafa hana svona nálægt þar sem væri vatn. Þess vegna var það nú gert og svo myndaðist náttúrulega bara hérna svona huggulegur skógur sko á okkar mælikvarða. Og gott að fá sér kaffi hérna inn í skóginum. Hérna verður rosalega hlýtt og skjólsamt í flestum áttum og sérstaklega í vestanáttinni. Þetta er ekki hægt heima á Eyri sko. Þetta er aldrei friður þar. Og þessi brekka, hún var bara hérna eiginlega ógróin áður og hefur bara sjálf sáð hérna mikið af hvönn og náttúrulega lúpínu.